Tíminn kominn og allir mættir. Ég segi 62. fund og þann síðasta í sveitarstjórn Rangárvallar Sytra á kjörtímabilinu 2010 til 14/16. Ég leit eftir hvort það athugasemdir við dagskrá eða fundarboð. Svo ekki. Og þá að venju áður en ganga til dagskrár, þá mun sveitarstjóri og oddviti gefa stutt yfirlit yfir verkefni frá síðasta fundi sveitarstjórnar. Ég gef sveitarstjóri orðið. Já, takk oddviti. Ég var fyrst með það að leggja til að við bættist 12. liður sem bókun vegna lántöku héraðsnefndar vegna þátttöku í reiðhöllinni á gaddstaðarfundum. Fyrir og eftir að við gangum til dagskrár. En bara samkvæmt venju þá funda ég með forstöðumönnum alla mánudaga eða þriðjudaga eftir að frídagur á mánudegi. Nú 12. maí þá fórum við í vettvangsferð í Tryggvabæ, ég og formaður samgöngu hálendis og umhverfisnefndar og skipulagsfulltrúi. Fórum og litum á framkvæmdi við vindmyllurnar og fórum og skoðum vegina þarna niður frá. Fórum á Háfi og hittum Kristínu þar og það er mikill áhugi hjá henni að það sé lagaður vegurinn upp að ferju og vegurinn náttúrulega alls ófær eins og hann í dag. Nú það var lokið við samningu refaveiðar og búið að semja við skotveiðifélagið og nú búið að semja við Elímar Sigurbergason sem að sér þá hluta á sveitafélagsins sem Holt á Landsveit og þá bræður Óskar og Ármann fyrir Djúpahrepp, Ólafssyni segir. Nú ég mætti á aðalfund sumarhúsaeigenda við Ketlubyggð og þar sem að þau vildu ræða svona málefni sveitafélagsins, skipulagsmál og eitt og annað. Það var mjög ánægjulegt að hitta þetta fólk. Marga hefur maður kynnst í gegnum árin. Nú það var mjög skemmtileg uppákoma í skólanum á Hellu. Það sem búið var að stofna bæjarhelluna sem var lítill bær í skólanum. Einstaklega skemmtilegt verkefni og vonandi komið til að vera. Og þetta var, þau gerðu þetta miklu metnaði og sérstaklega skemmtilegt að koma í skólan. Þetta var mikil markastemning. Hitta þarna bæjarstjóran sem Eydís kennari sem sér verkefnið og mikinn áhuga hjá nemyndunum og kennurunum öllum að gera þetta sem best úr garði og þau veit að þau fengu höstu einhvern fyrir það að þau komu frá skólanum og Stórseyri til þess að skoða verkefnið og þetta var mikið vellukkað. Við heldum hafi haft mjög gott af. Nú vinnuskólinni hann komin í fullan gang. Nú ég hef verið að vinna með velferðarráðuneytinu samning viðbyggingu á Lundi og þetta nú búið að taka langan tíma og marga mánuði en það komin drög að samningi sem lagt til kynningar hér á fundinum. En já, svo boðuð á fund með ráðuneytisfólkinu 18. júní, þar sem við munum halda áfram að ræða þetta. Nú, ég og skipulagsfulltrúi við fundum með einum landeiganda á Litlaklofa og lögmanni hennar svona óánægju hennar við afgreiðslu fyrrum eða forvera skipulagsfulltrúa sem núna. Nú, það var fundað með landsmótsmönnum hérna í síðustu viku ásamt forstöðumönnum sveitafélagsins fyrirhuga landsmót hestamanna. Og í gær var ég við vígslu á húsi Gunnarsholti, þar sem komið mjög góð aðstæða fyrir nemendur landfræðsluskólans og það búið að byggja upp Akurhól alveg upp á nýtt. Mjög gaman að sjá hvað þetta gert allt myndarlega og miklu metnaði og skiptir miklu máli fyrir okkar sveitafélag eiga þessa góðu stofnun sem Landgræðsla ríkisins og svona alveg rós í hnappagatinu sveitafélagsins vil ég meina. Það er feiknarlega mikilvægt að eiga svona góða stofnun eins og Landgræðslan Nú það búið að ráða starfsmann við þjónustumiðstöð sem mun þá vinna bæði með
skipulagsfulltrúa og Bjarna. Það var Heimir Hafsteinsson sem var ráðinn í starfið og þá held ég að ég sé svona komið með það sem ég man eftir. Takk fyrir. Takk fyrir. Þá fyrir fyrirspurnir til sveitarstjóra eða við erum. Tek undir orð mikilvægi landgræðslunnar fyrir okkar sveitarfélag, en landgræðslan mikilvægi fyrir landið allt og við hefur unnið þrekvirki á síðust áratugum. En aðeins forréttnilegt þetta með landgræðslu skólan og Akurhól og svo framvegis. Ég hef nú orðið að það var verið að vinna þarna heilmikið í húsinu, en hef ekki átt þess kost að koma þar inn og skoða. Þetta er mjög vel útbúið á öllu leyti. Alveg feiknarlega myndalegt og ég held að Magnús geti tekið undir það og þetta er alveg einstaklega gaman og þau voru nú þarna fyrir ábúendur og þeir sem að bæði Þorsteinn og Erla var þarna og Skúli Skúlason og Anna og Jósef og fleiri sem að störfuðu þarna við gamla drykkjumannahælið sem við köllum í Akurhól og allir dásögum við það náttúrulega hvað búið var að gera. Þetta er nánast nýtt hús og alveg feiknarlega vel útbúið og ég held að þetta sé mikil tækifæri einmitt til sóknar fyrir landgræðsluna að vera komið í þessa góða aðstöðu og ég hef nú fylgst svolítið með landgræðslu skólanum í gegnum þróunarsamvinnu stofnun þar sem ég er þar í stjórn og það er ekki hægt að segja annað en að þetta sé alveg mjög mikilvægt verkefni fyrir landið og Ísland hefur svo mikið upp á að bjóða í fræðslu. Þetta er góða fagfólk sem er metnaðarfullt og ég vil bara segja það allir sem fara að vinna í Gunnarsholt, þetta verða góðar manneskjur. Svona með tímanum. Svona með tímanum, Magnús. Takk fyrir. Þetta er fleiri Guðfinna til þessu. Já, mér langar að spyrja tvennt. Sveitarstjóra varðandi landsmótið, hvernig náðist eitthvað samkomulag, eru heimamenn að koma að einhverju þjónustu eða vinnu, sem sagt þegar frá seinastu hlutum þá svona átti að reyna að ná einhverju samningum, þannig eru heimamenn að koma að einhverju vinnu, fjáröflun á landsmótinu og svo hins spurningin hvað sóttu margir starfið þannig hjá þjónustumiðstöðinni? Já, ef ég má. Það voru 8 sem sóttu starfið og það voru 5 teknir í viðtöl og varðandi landsmótið að þá voru þið búnir að semja við þetta gæslufólk en einhver er þeir að biðja flugbjörgunarsveitina einhver viðvik þarna sem að ég bara er svona hliðarlínan og veit af og ég get ekki svaraði því hvernig að flugbjörgunarsveitin tekur því og en svo kvartaði hann undan því hann Axel eða þau að það væri erfitt að fá handverksfólk til þess að selja inn á svæðinu. Það var í lítið viðbrögð frá heimamönnum hvað það varðar. En öðru get ég ekki svarað, þetta er bara í fullum gangi en við komum ekkert að þessu, við erum ekki að reka þetta landsmót. En við náttúrulega bæði munum ljúka þessum vegi sem kemur þarna upp mikil breikkun á veginum og svo náttúrulega vinnur skólinn okkar að einhverju marki. Og það var, eins og ég segi, það voru allir forstöðumenn hér á fundunum, Þórhallur var fyrir sundlaugina og það verður aðeins aukið opnun á sundlauginni og þeir kaupa bara miða sem að þeir geta þá deilt út til sinna starfsmanna. Það er búið að biðja skólan 2 skólastofur og þeir geta fengið lausu stofurnar eða sélið ef að þeir vilja og annað er bara já, ég held bara í svona nokkuð góðu standi, vonandi að það verði það. Við tökum undir það, við bara vonum að það muni allt ganga mjög vel.
En þetta er lærdómsríkt, það kemur að því að það voru haldið landsmótið aftur og það var ágætt ef það er ekki lengri í þannig svo að þeir sem að hér verða muni eitthvað eftir aðdraganda þessu og geti kannski gripið inn í ef það þarf að halda. En því mælti þá tökum við náttúrulega undir það held ég bara óska landsmótinu velfarnar. Fleiri fyrirspurnir? Svo ekki þá ætla ég aðeins að segja frá það fyrir utan þannig hefðbundin oddvitastörf þá er nú aðalega verið að skoða þessi mál varðandi myndarlega samkeppni hugmyndir deiliskipulag í landmannalögum og það var svo fundur í stýrihópi á þriðjudaginn var ásamt fulltrúum frá Félag íslenskra landslagsarkitekta og þá eftir að koma fundargerð frá þeim fundi, hún kemur þá til viðtakandi sveitarstjórnar. En það er mjög áríðandi að sveitarfélagið skipi á fyrsta fundi niður á sveitarstjórnar fulltrúa í dómnefnd. Dómnefnd þarf að fara að taka til starfa og að undirbúa verkefnið. Það þarf helst að fara af stað núna þegar það líður meira fram á sumarið. Þannig að þáttakendur væntanlegir í hugmyndasamkeppninni hafi síðustu vikur sumarsins til þess að fara inn á landmannalagasvæðið og skoða sig og meta aðstæður. Þetta er mjög brýnt þannig að það sé grundvöllur fyrir því að það komi tillögur næsta haust eða næsta vetur og að það verði hægt að fara að vinna ákveðið að deiliskipulagi á árinu 2015. Þannig að þetta liggur fyrir á þessari stundu að samanleiti þarf viðtakandi sveitarstjórn aðeins að taka á því í sinn hóp varðandi verðlaun, möguleg verðlaun og greiðslur fyrir þátttöku í hugmyndasamkeppninni. Það þarf að skoða það og Kristinn Guðnason er með allar upplýsingar umræðuna sem hefur farið fram og flytur það áfram til viðtakandi sveitarstjórnar. Þannig að þær upplýsingar verða allar þar fyrirliggjandi. En að öðru leyti hef ég ekki verið í sérstökum verkefnum. Ég horfði laust ef einhver vill spyrja. Svo ekki, þá er þessum lið lokið og við göngum til dagskrár og áður en við göngum til dagskrár þá ætla ég að sveitarstjóra orðið tillögu breytingu á dagskránni. Já, ég legg til að við bætum við lið 12 sem er bókun vegna lántöku héraðsnefndar vegna þátttöku í Reiðhöllinni á Gaddstaðaflötum. Og það er þá liður númer 12 og er þá síðasti liður á dagskrá. Þetta er, ef ég fer hérna sem ég vona að sé að þá er þetta mál sem við erum raunverulega búin að afgreiða. Gerðum það með fundargerð frá héraðsnefnd sem við afgreiðum og staðfestum. Þar með þennan þátt sem lítur að sérstakri lántöku vegna eða ábyrgð á lántöku héraðsnefndar vegna kaupa á satt 51% hlut í Rangárhöfn. Þetta er mál sem er raunverulega búið að afgreiða en við þurfum formsins vegna að afgreiða formlega þetta orðalag sem liggur fyrir tillögum hérna á eftir. Ég mæli með því að við tökum þetta fyrir, það liggur á því að þetta verði afgreitt þannig formlega þannig að þetta halda málin áfram og ljúka því. Nú verðum við laust þessa tillögum. Og hver þessi rengi ljós þá ber ég það að það verði bætt við 12. lið sem er tillöga bókun vegna þátttöku lántöku héraðsnefndar vegna þátttöku í Reiðhöllinni og Gaddstaðaflötum. Þessi geta samþykkt aðgjörðsum að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða og þá göngum við til dagskrár.